Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst á við fengið til okkar ungan tónlistamann sem við ætlum aðeins að fræðast en hann kemur frá Þingeyri, mættur til Akureyrar, vertu velkominn til okkar. Þakka þér kærlega fyrir. Hvers vegna ákvaðstu að demba þér í tónlist? Ég hef alltaf haft tónlist í mér, fjölskyldan mikið í tónlist og hef alist upp bara við mikla tónlist. Þannig að það var eiginlega aldrei spurning hvert liðið liggja. Og hvernig tónlist varstu alin upp við? Ég var alin upp við svona gamaldags tónlist, píanó og harmonikur og gítar og þetta klassíska. Já, á Þingeyri? Já. Já. Hvernig var það að búa á Þingeyri? Það var mikið liðsheild svona. Það var lítill bær, 200 og eitthvað manna bær. Það var mikið svona liðsheild og allir saman og alltaf brjáluð stemming og það var mjög gaman, virkilega gaman. Söðlaðir síðan til Akureyrar? Já. Og þetta mikill munur, Akureyri Þingeyri? Ég byrjaði á því að fara á vistina á Ísafirði. Já. Og flutti þaðan á Akureyri, þannig að það var alveg smá munur, en Ísafirði var náttúrulega stærri Þingeyri, þannig að Þú tekur þetta í skrefum? Já. Já. Tók fyrst smá skref og síðan að örlítið stærra. Nákvæmlega. En þú ert gera ýmislegt, bardagaíþróttir, læra köfun. Já. Af hverju læra köfun? Ég fór til Egyptalands og í 3 vikur og ákvaði þá bara, ég hef alltaf verið hrædd við hákarla. Já. Ákvaði þá að takast bara á óttann og ætlaði að fara til Egyptalands. Kafaði þar í 8 daga og það var bara ógeðslega gaman að ég bara þurfti að halda áfram, sko. Nákvæmlega. Mikið lútarás. Og ertu að læra það hér á svæðinu eða hvað? Já, ég þarf að taka svona þurrgálanámskeið til þess að geta kafað hérna. Það er svo kaldur sjórinn. Þannig að já, ég er að læra það hérna. Ég fer út allt, það er bara mér allt áhugavert. En tónlistin sjálf, hvað er að gerast í henni? Nú við vorum að gefa út lag núna fyrir svona 2-3 vikum. Þá gáfum við út svona akústiklag bara, sem er bara svona gítar og trommur og svoleiðis á íslensku. Og núna erum við að fara að gefa út lag og tónlistavídeó. Ok. Sem er unnið eftir Þormóð Eiríksson og vídeóð er gert eftir Grétar Örn. Og það er einmitt bara tökur í dag. Já. Já, þannig við fáum ekki að sjá það núna en vonandi setjum við það í spiljun seinna þegar það er orðið klárt. Það er orðið klárt í dag, sko. Við erum búin að vera í tökum síðustu viku líka á því. Nú. Kannski náum við einhverju brotið eða? Já, getur vel verið. Dílum það eftir. En hvernig tónlist er þetta brasi? Þetta er svona svokallað R&B pop einhvern veginn. Þetta er svona tvist af því að vera með svona fléttur ásamt því að vera nokkuð svona straight pop og stemming. Og síðan er þetta svona nokkuð verið svona að flækja saman svona, hvað segir maður, eins og hip-hop og söng einhvern veginn. Og er þetta tilfinningaþrungið eða er þetta partí? Þetta getur verið bæði, sko. Það fer bara svolítið eftir hvernig textinn er. Í laginu í þessu þá er textinn svona svolítið tilfinningaþrunginn, samt svona alveg að dilla sér eitthvað. Er það semja allt sjálfur eða? Ég sem textana og 2 lög frá Þormóði og fekk þetta og síðan er vonandi meira að koma. Og hvað segðu mér nú söguna á bak við textan? Förum á trúnóð. Sagan á bak við textan er bara svona svolítið bara svona klassískt þegar þú ert ungur og verður ástfanginn og svona. Og svona strákur sem sætt sig ekki alveg við það að missa ástina svona ungur og verður pínu reiður og snýst svolítið það. Og síðan er hann bara snýst söguþráðurinn í laginu það að hann er bara að syngja að hann er eiginlega komin á það stig að hann vilji að hún sé glöð, sko. Já. En vilji samt, skilur, er pínu reiður ennþá, en vilji að hún sé glöð. Og ert þetta þú? Við látum það ekki þetta. Allavega, pínu einlægni en pínu dill og pínu jákvætt. Já, algjörlega. Nákvæmlega. Þannig að þetta er eitthvað sem þú ætlar að gera, ekki meðan þú kafar náttúrulega, en þú veist, ýmislegt. Nei, já, algjörlega. Þetta er það sem ég stefni mest á og hef gert bara lengi, sko. Það er klárlega svoleiðis. Og fundið fína félaga hér til að vinna með? Já, ég fekk góðan félaga til að vinna með vídeón, Grétar Örn. Og síðan en ég orðið lítið var við pródúserstemmingu hérna á Akureyri. Já. En eins og... Auglýsum eftir henni hér með? Já, algjörlega. En eins og Dóri K og þessir, K.A.K. Þetta er snillt, mjög flott. Og hvernig bara það þarf eiginlega, já, eins og ég segi, Akureyringar þurfa að ýta svolítið undir sína tónlistamenn til þess að koma með svolítið á framfæri. Hvað þarf að gera? Eitthvað ráðleggingar? Nú veit ég ekki. Dóri K náttúrulega er með, hann fer suður og tekur upp lög til dæmis með MC Gauta og pródúserar eftir Helga Sæmund sem er í Úlf. Og þetta er mjög sniðugt og hann er til dæmis búinn að ýta sig mjög langt og síðan er það bara eiginlega að vera frekur, sko.
Já. Það er eiginlega ekkert annað sem er í boði, sko. Nei, nákvæmlega. Eitthvað sem að bærinn eða eitthvað umhverfið getur verið öðruvísi? Vantar æfingahúsnæði, vantar tækjaaðstoð, vantar... Ég veit ekki hvort það er bara áhuginn er mikill á tónlist, augljóslega, sko. Já. En kannski að búa til tónlist er kannski svona pínu í lakari kantinum, sko. Já. Gerum okkur í brók Akureyringar, við skulum fara að reyna að standa okkur betur. Algjörlega. En ef ekki, þá flytjum við bara inn Þingeyringa til þess að laga þetta. Klárt. Er það ekki? Jú. Gaman að fá þig, en hvar getur fólk nálgast lagið ef það vill? Fólk getur nálgast lagið á Spotify undir heitinu One Anton og síðan kemur á YouTube, er á leiðinni í vídeo á YouTube undir síðunni Anton Hreiðarsson á YouTube. Æðislegt, gaman að fá þig. Takk fyrir að láta mig koma. Gangi er ofsa vel. Og með þessu þá ætlum við einfaldlega að ljúka þættinum í dag. Ég óska þess að helgin ykkar verði hreint út sagt stórkostleg. Verið sæl.